Langbest einn þekktasti veitingastaður Suðurnesja með áratuga sögu en staðurinn hefur verið rekinn á Ásbrú frá því skömmu eftir að varnarliðið fór. Veitingastaðurinn stór og þar eru 10 heilsdags stöðugildi. Ingólfur Karlsson, eigandi staðarins, horfir á stöðunni í dag sem tímabundið ástand en drægist þær aðstæður sem nú ríkja á Langinn þurfi að draga saman seglin. Við kíktum inn í veitingasal Langbest. Komið með okkur. Já, við erum komin hingað á veitingastæðin Langbest á Ásbrú. Hérna var áður veitingastaður eða veitingastaðir á vegum aðila í varnarliðinu á sínum tíma. En núna í allmörg ár þá Keflvíkingurinn Ingólfur Karlsson búinn að reka hérna veitingastæðin Langbest og mjög margir ykkar sem eru að horfa hafa komið hingað. En okkur vorum forvitin að vita hvernig gengur á veiru tímum að reka veitingastað. Við erum hérna í hátíðina föstudegi og hér vanalega troðfullt. Við ætlum að tjekka á stöðunni núna. Við fundum einn gest. Jæja, þetta gesturinn, bara eigandi? Þetta búið að vera lokað reyndar en... Já, við fengum undan það. Ég gef ykkur leyfi til að opna það hérna, hér og nú. Gjörðu svo vel. En þetta staðan, einhver gestir? Já, það svona meðan við erum í allavega þessum takmörkunum með 10 manns, þá verður það bara að vera svona. Það í raun og veru helmingurinn af salnum lokaður, en 10 manns með að borða yfir einu. Hægt að reka veitingastað sem að ég var að segja hérna, já, að við erum hérna á föstudegi, það oft mikið fjör, eða fjör flesta daga hérna í venjulegu árferði, en á föstudögum yfirleitt fullt út úr dyrum hérna. Hægt að reka veitingastað þar sem þú mátt taka á móti 10 viðskiptavinum? Nei, í raun og ekki. Í raun og veru ekki, sko. Ekki til lengri tíma, en það alveg hægt í einhvern smá tíma. Já. Þannig að við aðlögum okkur náttúrulega bara að þessum aðstæðum sem eru, þannig að hérna mikið af viðskiptavinum kemur bara og sækir, hringir og pantar og sækir. Við höfum alltaf boðið upp á þá þjónustu hvort þið þannig að hún var þekkt fyrir. En það samt röð að bíða eftir þessum 10 borðum eða sem sagt að fólk vill frekar borðinni. En ég held samt almennt að fólk sé bara heima hjá sér, sko, í allan að þessu ástandi, sko. En fólk þá að fara á netið og senda einhver pantanir eða ringja? Hér hefur síminn alltaf verið notaður og við höfum ekki ennþá farið alveg út í það að netvæða þetta? Að netvæða, af því að veitingastaðurinn Langbest bara það, hann með flókin matseðil og það flókið að búa til heimasíðuna því að sérþarfir eru miklar og enn sem staðan í dag þá, já, við höfum aldrei verið að skoða þetta jafnvel og núna og mjög líklega munum við gera eitthvað núna af því að það ákveðin kynslóð sem að vill frekar panta mat en svona en svo aftur á móti eldri kynslóðin eins og hún vill fara í bankana þá vilja þeir hringja og tala persónulega við fólki og tryggja að þeir séu búin að fá pöntunum í gegn. Það ekkert langt síðan við töluðum við þig og þá varstu í góðu stöði og það búið að ganga heilt yfir í langa tíma mjög vel hjá þér. En hvernig hefur COVID-höggið komið á þig og ykkur í rekstrinu? Já, sko, Langbest náttúrulega fagna 24 ára rekstrarafmæli undir stjórn okkar hjónanna. En staðurinn náttúrulega 36 ára, það verður 36 ára næsta ári, þannig að þetta vel þett merki. Þannig að við höfum alltaf verið sterk svolítið lokal, það að segja heimafólkið á svæðinu. Þá minni bara öll Suðurnesin yfir höfuð, hafa verið bara duglega að sækja staðinn. En auðvitað var sko hluti ferðamanna orðinn mjög stór og ég hef oft velti fyrir mig hversu stóran var orðinn en aldrei svona komist að neinni niðurstöðu með það. Í raun og veru var það ekki hægt fyrir akkúrat núna. Það bara, ferðamaður þurfti bara að fara alveg til þess að við sæjum það. Þannig að við höldum að það sé prósenta svona 20 til 25%. Það hafi verið hlutur ferðamanna á þessum stað. Og eins og segi, ég ætla ekki að kvarta yfir því. Það er bara 25%, sko. Það margir aðrir staðir í allt aðra tölur í dag sem að reka veitingastaði og hafa byggt upp sína staði algjörlega á ferðamann. Þannig að ég get ekki ímyndað mér að það geti gengið til lengri tíma.
En við höfum þá allan sterkan lokal og það náttúrulega bara nafn staðarins sem hefur byggt það upp. En eru heimamenn jafn duglegir að sækja staðinn eða að kaupa af ykkur núna á verutímum? Nei, það náttúrulega þegar eru svona hertar samkomutakmarka, þá hef ég fundið það á tímalínni þegar fyrsta bylgjan kom að þá var strax farin í 10 manns og það náttúrulega bara fór allir indi sinni og lokuðu bara eftir. Og það var eiginlega bara ekkert í viku sko. Svo smá saman fór þetta upp og þegar takmark það voru rýmkaðar vel upp í 50 manns og þá bara tók fólk við sér sko. Og þetta var, sko, sumarið var bara mjög gott hjá okkur og við síðan förum inn í það 1. ágúst sem að herða takmarkana aftur og þá fundum við fyrir því að minnka það aftur. Og núna náttúrulega í 20 og 10 manns. Það náttúrulega bara, þá fólk bara heima á sér og það verslar bara í stórmörkuðum og lætur það nægja í bili. En eins og segið, þetta tímabundið og við bara hugsaum það allan að hér að við förum í gegnum þetta bara eins og hvert annað tímabil sem við farið í gegnum hérna. En þetta svona tími, það oft talað að það myndist ýmis tækifæri á erfiðleikatímum. Hafið þið hort á eitthvað þannig? Þú nefndir að þið séu svona hugsað til framtíðarliti með því að netvæða ykkar heimasíðu og annað betur. Er eitthvað fleira sem að eitthvað dettur í hug núna þegar fólk ekki að koma á staðinn? Já, við höfum fengið náttúrulega hringingar á fólki sem í sóttkví, til dæmis, og spurt hvort það mætti að koma að sækja og við höfum náttúrulega bara verið lausnað með því. Þau mega raunverulega ekki koma inn á staðinn, en þau mega að koma akandi á bíl og þá erum við að spá í að fara að bjóða upp á þessa þjónustu sem er mjög vel þekkt í Ameríku og kannski sama þjónustu og IKEA er að bjóða upp á í dag, að það bara komið vörun út í bíltíð. Þú hringir og pantar og sækir, þú gefur bara bílnúmerið og við mætum bara út í bíltíðin með matinn. Afhentu hana bara og þú svo greiður bara í gegnum snertilausan pósa. Og við ætlum að byrja að bjóða upp þetta bara strax í dag. Raunlega. Þetta er þá allavega einhver viðbót við það til þess að koma móts við viðskiptavini sem langar að versla við okkur. Já. Við vorum að fjalla loftrýmisgæsluna hérna og mörg 100 manns og eitthvað slatti sem er allt árið og svo koma stóra gusur inn á milli. Nutu þið góðs af því að þessi útlendingar væru hérna núna við þessar æfingar? Já, alveg klárlega og þó að þetta hafi verið undir þeim merkjum að langflestir þessar hermann sem komu voru í sóttkví, svokallaðri sóttkví B, þannig að þeir máttu ekkert fara út af bara nema á lokuðu rýmum sem var búið að skima þá fyrir. En við bara leystum það hér, við erum með hótelið við hliðina okkur sem heitir Bed and Breakfast og við höfum átt mjög góð samstarfi þá í gegnum árin frá því þeir komu hérna. Þannig að við bara buðum upp á að senda matinn hérna yfir á hótelið þeirra og það var bara mjög fín verslun og mjög góð verslun og ég ætla samt að hrósa Landhelgisgæslunni fyrir það hvað þeir tóku þessu sóttvarnarreglum alvarlega og það var engar undanþágur gefnar á einu. En við náttúrulega bara nýttum 2 metra regluna sem var þá og afhentum mat bara með grímur og hanska og sóttrinsa og allt passa sko. Þannig að þetta voru bara góð uppgrip á þessum svona síðustu og verstu tímum.